Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Hey man, who's that cat coming down the street? I don't know, but he's like the man with the bone. Sure has himself a ball. Já, sportátturinn þá með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi klukkan nálgast 12 eða 20 mínútur í 12 mánudagskvöldi 9. desember og já, það ykkur íþrótt sem að getur fjallað eftir 11 þar sem að allir aðdáendur þessar íþróttar að hlusta þá það körfuboltinn en körfuboltaáhugamenn þeir virðast sofa voða sjálfdan allan að vakandi nóttunni eftir NBA-leikjum og svo náttúrulega allt á kvöldin að gerast hjá þeim. Baldur Beck komin núna á líðuna hjá NBA Ísland blogginu. Kóttu blessa og sætluð ekki? Sæll. Hvernig hefur það? Ég bara alveg ljómandi góður. Já, komið jólaskap í því og... Já, það bara sveimir þá. Já. En það náttúrulega jólin byrjuðu bara, ekki jólin allt árið núna þegar NBA-tímabilið byrjað? Jú, þetta eru 9 mánaða jól, sko. Já, það bara þannig. Það svolítið þannig. Já, en hvernig, svona, þú sem mikill áhugamaður NBA, það náttúrulega svolítið erfitt þegar maður að geta horta á alla leiki og svoleiðis, en hvað myndirðu segja þú náir samt að horfa á marga leiki svona, nærðu að horfa á einn leik á viku eða? Einn leik á viku? Já. Já, ætla sé ekki eitthvað rúmlega það. Já. Nei, maður svona, ætla sé ekki svona... þetta svona stundum má maður ekkert vera þessu náttúrulega en svo tekur maður rispur. Já. Ég horfði á 3 eða 4 leiki í gær og ekki nema svo tekur maður. Já. Og hvaða leikur verður fyrir valinu í nótt hjá þér? Það ekki alveg gott að segja. Ég ekki búinn að skoða planið fyrir kvöldið en ég er búinn að vera að horfa svolítið á Oklahoma og Golden State og ég var að horfa á núna síðast í dag var ég að horfa á Philadelphia Orlando. Já. Ég var að horfa á Michael Carter Williams og Victor Oladipo nýliðana 2 kljást. Það var 2 framlengur og báði nýliðandi með 3-2. Það var alveg Ég nefnilega búinn að fremja synd síðustu 2 síðustu 1,5 mánuði, ég er ekki búinn að horfa á einn heilan NBA. Það náttúrulega alveg skandall maður. Já, það synd. Já, það er rosalega mikið að deildin er stórfurðulega núna. Austurdeildin er náttúrulega eins og allir vita búin að svona verið svolítið svona döpur undanfarin ár en ég hef aldrei vitað annað eins og Austurdeildin alltaf með 2 alveg frábær liðið í Indiana og Miami en svo restin bara það er náttúrulega ljótt að tala svona illa vöruna sína en restin af Austurdeildin bara rusl. Já. Það verður bara að segja þetta nefnilega búið að vera alveg stórmerkjað allan með og svo náttúrulega Indiana, það svona, þetta ekki bara Heat og Pacers þar svona? Það Indiana lið alveg frábært. Og ég er búinn að vera að fylgjast með þeim þeir eru búin að vera á rosalega erfiðum túrum vestrið. Búinn að spila það að vera alveg 3 leikir í röð hjá hann alveg topp leikir. Þeir byrjuðu að fara til Portland og tapa þar naumlega og tóku svo San Antonio og bara raskellt þá. En svo eru þeir bensínlausir á móti Oklahoma. Já. En Indiana liðið þetta það við sáum þeir voru svona spútninglið í deildakeppni fyrra og slóðu sig gegn í úrslitakeppni náttúrulega og voru þarna leik frá því að fara í úrslit. Þó að kannski maður hefði aldrei að tilfinninguna að þeir myndu vinna Miami en þeir voru nú alveg við þröskuldin þrátt fyrir að vera með engan varamannabekk. Bara engan varamannabekk. En þeir eru búin að kippa því í liðin núna og eru konum með mennur svo Louis Scola og CJ Watson og nothæfa varamenn og byrjunarliðið þeirra ungt og alltaf verða betra og betra og þetta er bara orðið alveg þrusulið. En
NBA-deildin sko þetta árið, má ekki segja, eða sko finnur fyrir því eins og við Íslendingar, það lítur allt út fyrir við erum alltaf að fá meira og meira áhuga á NBA aftur. Það sýnist mér, já. Já. Það vantar bara körfuboltamyndirnar á grunnskólanna og... Já, það þarf einhver að keyra það í gang, sko. Já. Nú er náttúrulega, nú eru, ætlum ekki segja, sé 20 ára afmæli bólunar. Já. Þessi NBA fárið sem reiði yfir Ísland, það hafi ekki náð hápunkti 92-3. Og það væri ekki úr vegi að reyna að keyra eitthvað svolítið í gang aftur. Það er sko, ég er ekki frá því að ég eftir að skrifa ritgerðað bókum þetta fár einhvern daginn. Það er sannarlega þarf einhver að rannsaka þetta, hvernig, hvort að ára Michael Jordan var svona risavaksin, eða hvaða var sem að. En nú erum við að sjá sko í NBA-deildinni í dag nýja eða jafn margar stjörnur og þekkt nöfn svona sem að flest allir kannast við svona núna eins og var núna svona 90-tímabilið þegar þetta var í hámarki. Algjörlega. Vissu er þetta svolítið ólíki leikmenn. Ég meina þarna fyrir 20 árum þá var fyrir utan Michael Jordan auðvitað, þá var náttúrulega mikið af stórum mönnum í deildinni, miðherjar sem voru rosalega vinsalir og góðir. Þú veist þessa Patrick Ewing og David Robinson og Hakeem Olajuwon og síðar Shaquille O'Neal og þessa kalla. En í dag er þetta náttúrulega miklu meira bakverðirnir sem er að slá gegn. Það vantar kannski þessar stóru náttúrulega? Já, það vantar svolítið upp á þar. En mér er til efs að hafi nokkuð tíman verið eins mikið af frábærum leikstjórnendum NBA-deildinni eins og er búið að vera og er núna. Það er bara svona miðlungsleikstjórnandi í NBA-deildinni. Þá er það bara eiginlega margt. Það mæti vinnuna á kvöldi til kvöldi. Þú ert alltaf að spila við einhverja sko menn sem að þess vegna enda í fræðarhöllinni eða heiðurshöllinni, hvað sem við köllum hana. Bara leik eftir leik eftir leik. En svo er náttúrulega, svona elsta stjarnan, núna, Kobe Bryant, hann er komin aftur núna inn. Hann er að detti inn aftur kallinn og átti nú svona, var svona svolítið styrður í fyrsta leik. Ég horfði nú ekki á hann, en það er virkilega gaman að fá hann tilbaka og það verður rosalega áhugavert að geta með hvernig hann reiðir af kallinum. Það er ekki grín að koma tilbaka eftir að hafa slitið hásinn á þessum aldri. Og ég meina, og hafandi spilað svona mikið, verandi með svona marga mínútur á bakinu eins og Kobe Bryant. En keppnisskapið og þrjóskan og ákveðnin í Kobe Bryant er einstök. Hann er sko, það er svona jaðrar við geðveiki. Hann er mikil keppnismaður, þannig að ef einhver maður getur riðið úr svona meðslum og svona náða að sanna sig. Þetta er náttúrulega komast þarna upp á ný, þá er það Kobe Bryant til því. En þetta er náttúrulega geðveiki eins og þegar hann meiddist að sko taka vítakost og labba svo bara sjálfur út af. Já. Ég man ekki hvaða leikmaður var það aftur sem að lét bara þrjá bera sig við sömu meðsl. Það er nú bara, ég hef ekki séð annað sko. Ég man eftir að hafa séð menn eins og Dominic Wilkins náttúrulega, hann sem svona í maðurinn sem að ég man eftir sem að hefur komið nokkuð vega eftir svona meðsli. Hann sleit hásinn með Atlanta Hawks á sínum tíma, ég man ekki hvort að 32 eða eitthvað svo leið. En hann náði nú að snúa tilbaka og gera fína hluti, en þó að kannski varnarleikurinn í honum er kannski ekki verið alveg svaka góður, en þá var það nú svo sem kannski aldrei góð sem er, en Wilkins hafði þannig með sér að hann var svona með fundamentin í lagi sko. Og það er Kobe Bryant líka, og það á eftir að hjálpa honum. Bryant er svona hægt og bítandi búin að vera breyta leik sínum, hann er farin að svona posta meira upp og svona farin að alveg eins og fyrirmyndin hans Michael Jordan gerði á þessum tíma, hann er farin að treysta minna á þetta líkamlega og gera þetta meira svona með höfðinu. Það er alltaf gaman að sjá þá þróun.
En ekki Dominic Wilkins samt sem aður, já, hann einn af svona vannmettnustu stjörnum 90s tímabilsins? Hann er svona svolítið, sko, hann er svona svolítið kostari, sko. Það var alltaf, Atlantaliðið hans átti sér mjög marga aðdáendur og ásjálfsagt enn. Og Wilkins var, já, hann er svona, líður fyrir það að vera svona þessi kannski dæmigerði þristur eða minni framherji eða svona sem skorar mikið stigum. Þeir hérna þeir eru ekki allir þeir þurfa helst að vera sko með boltameðferð og svoleiðis til að geta talist svona eins og til dæmis LeBron James og kannski Larry Bird og svoleiðis kallar sem að eru leiknir með boltan en menn sem að svona þessi þristar sem hafa verið að skora mikið af stigum, þeir hafa ekki endilega náð að fara mjög langt með liðin sín. Ég meina, menn eins og Bernard King og Dominic Wilkins, Ísmaðurinn frægi og Carmelo Anthony er náttúrulega kannski nýjasta dæmi þetta, það er svona minni framherjar sem skora fullt af stigum en árangurinn á sig sitja. Já, nákvæmlega. Á sig standa sig. En svona, já, nú jólatörnið svona að fara að byrja og já, það virðast vera virkinn. Já, það verður alveg flott prógram í jólinn eins og venjulega og hérna það verður doppulhettar á Stöð2 Sport á jóladag. Nú? Þannig að það verður ekkert smá prógram. Já. Tveir NBA leikir í röð í beinni. Já? Já, ég nú reyndar við nú ekki svo vel að vera með nákvæmlega leiki og sem sagt leiki og tíma. Það verður nánar kynnt síðar. Ja, hann er að skilta fyrir menn að fá sér Stöð2 Miami leik. Já. Mér minnir að vera klukkan 10 og það verður aldeilis hreinræktuð jólastemming á jóladag. Og það er náttúrulega, já, þá er bara skilta fyrir menn að gerast áskrifandi á Stöð2 Sport núna? Já, það myndi maður alltaf, já. Já, það er ekki flóknara en það. En, nei. Baldur, svona, er eitthvað búið að koma þér meira óvart þetta tímabil en þú átti von á? Það er nokkur hluti búin að koma henni óvart. Það kemur óvart hvað Austurdeildin er skelfileg. Það má færa, sko, eins og við tölum Indiana og Miami, sem eru úrvalslið bæði, en það er hægt að þræta það, eða færa rök fyrir því, að það séu 13 lið í Vesturdeildinni betri heldur en þriðjasetti og niður í Austurdeildinni. Það er bara eins og góður póstur sem ég er að lesa sem Snorri Örn Arnaldsson, góðvinur okkar, hafi skrifað Austurdeildin er svo léleg og hún fær ekki að taka þátt í stjörnuleiknum. Nei. Það var gárungarnir að tala um það að það sé að helsti munurinn á riðlunum að HM í fótbolta í Brasilíu næsta sumar og Austurdeildir í NBA, helsti munurinn á því sé svo að það er yfirleitt fleiri en 2 góð lið í riðlunum að HM. Þannig og það er sérstaklega sko náttúrulega New York liðin 2. Vandræðagangurinn á þeim, þetta eru meiðsli að spila stórt hlutverk þar en vandræðagangurinn á Brooklyn og New York Knicks það er bara neyðarlegt. Já. Það gengur illa þessum liðum. En sama tíma er Vesturdeildin alveg massív, sko. Já. En nú er náttúrulega, ég lið þarna hjá Jordan Sherlock, þeir eru allan ekki neðstir. Já, þeir eru Karvan.is fyrir til mikillega gleði. Það ætti að vera uppi á hann teipunum Jón Birni núna. Já, heldur betur. Já, hans menn eru að taka sig saman í andlitinu og ég meina, fyrir má nú aldrei fyrir vera, þetta liðið náttúrulega er að taka menn í nýliðavalinu mjög ofalega ár eftir ár. Það lítur náttúrulega að koma að því að þetta liðið geti eitthvað. En liðin í sko, það gefur eiginlega sko staðan á þessum 13 liðum þarna í Austurdeildinni sko eiginlega ekki alveg rökrétt
svona versus staðamála í vesturdeildinni því að við verðum alltaf að taka það með í reikningin að liðin í austurdeildinni spila miklu fleiri leiki við hinn liðin í austurdeildinni heldur en til dæmis liði í vesturdeildinni. Ef að einhver skilur hvað er að fara þessu. Já. En þannig að það er óhjákvæmilegt að þessi arfaslöku liði í austurdeildinni þau náttúrulega, þegar þau mætt, þá verður náttúrulega einhver að vinna. Ekki getur að vera jafnvel. Nei. Þannig að liðin í austurdeildinni, þessi lélegu liði, þau eru náttúrulega að ná sér í nokkra sigra á móti hinum arfaslökunum í austurdeildinni. Þannig að ef að austurdeildin væri að spila alla þessa leiki við liðin í vesturdeildinni, þá er ég hræddur að staðan væri ljót. Já, nákvæmlega. En það er náttúrulega vesturdeildin, hún er svona meira annandi allan að þetta ári. Hún er það heldur betur. Já. En svo er náttúrulega, gamla stórveldi Boston Celtics, það virðist vera að byggja upp. Já, veistu, þessi nýð þjálfari hjá þeim er að gera rosalega fína hluti og ég verði að segja, ég er eiginlega bara stein hissa á Boston að þeir eru bara eiginlega að vinna allt og marga leiki, sko. Já. Menn reiknar alltaf með því að nýlega valið næsta sumar verði eitthvað sterkasta í áratug eða meira eða og þar verði 7-8 leikmenn sem eiga virkilega eftir að láta mikið til sín taka og Bostonliðið núna sé þarna rúsandi eitthvað stærri kringum 50%. Það er nokkuð sem að fáir bjuggust. Já, þeir eru allan að gera það betur en nágrannliðin þeirra í New York. Já, heldur betur og þeir eiga náttúrulega Rondo ennþá inni, hann sem er ennþá meiddur. Þannig að ég er alveg steinhissa á því að liðin eins og Boston og sama segja til dæmis það bjóst enginn við að Philadelphia myndi ganga þó þetta vel ef hægt er að segja það en eins og með Boston það er svolítið svona tvíeggja fyrir þá að vera að vinna svona mikið leikjum það er svona þessi galli við systemið í NBA-deildinni að þegar liður að tapa viljandi að tanka eins og maður segir það er mikil það er svolítið blettur á þessu. Já. En ég get nú ekki sleppt þér fyrir en að ég spyrði hérna að því ég er búin að sleppa þér alveg alla þáttin en hvað fyrir þá hlustundum sem vita ekki alveg hvað er þitt lið í NBA-deildinni? Ég hef haldið með Utah Jazz. Já. Síðan í einhver 25 ár. Og það er nú yfirleitt verið flott lið en þetta lið er náttúrulega alveg einstaklega kvikindislegt að vera að spyrja mig af þessu akkurat núna þegar liðið hefur ekki verið eins lélegt bara síðan að Pete Maravich var að spila með þeim og þegar það var í New Orleans fyrir einhverjum að vera 40 árum síðan. Já. Það er ungir leikmenn þar sem að vonandi eftir að láta til sín taka í framtíðin en það er erfitt að vera stuðningsmaður í Utah Jazz. Ekki lustið það. Já, séðu. Baldur Beck, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við kostum kveðju og bara ef við ekki óskaði bara gleðilega jóla. Ég heyri kannski í þér núna í kringum jólin. Ekki spurning. Já, það var gott. Sömuleiðis kall. Blessa. Já, bless. Já, við komumst ekki lengra með Baldur Beck í bili en við erum nefnilega að fara að heyri leikmanni Skallagrinis núna í stuttan tíma aðeins við dómunumsdeild karla. Það er Orri Jónsson. Þannig að farið ekki langt. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.